En við byrjum á Dróma hf. Árni Páll Árnason, fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra og Birkir Jón Jónsson, fulltrúi Framsóknarflokks í efnahags- og viðskiptanefnd eru sestir hjá Jóhannesi. Velkomin báðir tveir. Takk. Mér langar að byrja á þér, Árni Páll, þegar þú varst efnahags- og viðskiptaráðherra. Fékkstu mörg málin á þitt borð sem að varðaði Dróma? Kvartanir? Já, það er alveg óhætt að segja það. Og þetta er mál sem ég tók upp við bæði fjármálaeftirlitið og umboðsmann skuldara á þeim tíma. Vandinn var að Drómi var ekki starfsleyfi skylt fjármálafyrirtæki. Þetta er bara þrotabú. Þetta er mjög óheppilegt fyrirkomulag. Og þess vegna fórum við þá leið að ég lagði fram frumvarp á Alþingi í síðastliðið vor sem að varðaði lögum sem að felldi slitastjórnir og skilanefndir undir eftirlit fjármálaeftirlitsins, jafnvel þó að þær væru ekki með eftirlitsskylda starfsemi. Núna er það því þannig að fjármálaeftirlitið á að hafa eftirlit með starfsemi Dróma. Kvartanirnar sem ég fekk voru ýmsa þætti, en einkanlega það að Drómi væri ekki að fara að því sem að lögskylt er að gera. Það er að segja að þeir voru ekki að standa við skuldaúrvinnslu með þeim hætti sem við höfum lagt fyrir í lögunum frá 2009. Þeir voru ekki að standa sig gagnvart fyrirtækjum í beinubrautinni og það sem að mest var vert að þeir voru ekki að uppfylla ákvæði gengislánalagana að skila endurútreikningi innan tiltekins tíma. Þannig að svo seint sem í haust var ég að heyra frá fólki sem sagði að það var ekki ennþá búið að fá endurútreikning. Birkir Jón, kvartanir sem að Árna Páli bárust, umboðsmaður skuldara var hér í gær, talaði kvartanir, formaður hagsmunasamtaka heimilanna. Þetta er að berast víða að. Hvað finnst þér þetta? Þú situr í efnahags- og skattanefnd. Við erum að tala hagsmuni 6.000 fjölskyldna þegar kemur að þessu máli. Og það er náttúrulega alveg ljóst og við Framsóknarmenn höfum talað fyrir því að þessi búið að reisa skjaldborg kröfuhafa og fjármálastofnanir í landinu. Og nú erum við að sjá ýktustu mynd þar sem að kröfuhafarnir í raun og veru standa andspænis þessum 6.000 heimilum. Og það er að mínu viti ekki ásættanlegt að við horfum aðgerðalaus upp á það ef satt reynist miðað við þær ábendingar, þær kvartanir sem fram hafa komið, að við stöndum aðgerðalaus hjá. Það þarf viðspyrnu við, þar þarf fjármálaeftirlitið að sýna frumkvæðisskyldu, þar þarf ríkisstjórnin að sjálfsögðu að standa sig í stykkinu og Alþingi líka. Þannig að ég tel sem nefndarmaður í efnahags- og viðskiptanefnd mikilvægt að við tökum þetta mál í fangi þar og förum yfir það hvort að fjármálaeftirlitið sé að standa sig, hvort að ríkisstjórnin sé að standa sig, en það er alveg ljóst að einhver er ekki að standa sig í þessum efnum og það er líka komið á daginn, þar sem við sögðum Framsóknarmenn í ársbyrjun 2009, að hafa ekki farið í almenna leiðréttingu á stökkbreyttum skuldum verðtryggðra lána heimila og fyrirtækja er að koma í ljós núna voru mikil mistök. Árni Páll, er fjármálaeftirlitið nógu sterkt til þess að fara og skoða þessi mál? Fjármálaeftirlitið fékk heimildir í vor. Og ég verð að segja alveg svo ég get ekki sætt mig við það að fjármálaeftirlitið telji sig ekki geta tekið á þessu málu núna í ljósi þeirra heimilda. Í lögunum er skýrt kveðið á að fjármálaeftirlitið eigi að hafa eftirlit með því að slitastjórnir fara góðum viðskiptaháttum. Og það er skilgreint í lögunum og greinargerð með þeim að góðir viðskiptahættir séu meðal annars það sem að önnur fyrirtæki á markaði gera. Við höfum sett almennar leikreglur sem bankarnir fara eftir og það er hægt að hafa eftirlit með því og að hluta til vegna þess að þeir auðvitað, þó að menn geti haft sína skoðanir á bönkunum, þá auðvitað ætla þeir nú einhvern tímann aftur að veita fólki lán, þannig að þeir geti ekki farið ofilla með það. En þannig erum við með þær sérstöku aðstæður að þetta fólk á engin erindi við Dróma en bara borga Dróma peninga. Og Drómi getur þar að leiðandi komið fram við fólkið alveg án tillits til langtíma hagsmuna. Við þær aðstæður verður að gera ríkar kröfur til eftirlitsins. Og það sem við settum í lögin í vor var heimild fyrir fjármálaeftirlitið til þess að leggja fyrir héraðsdóm kröfu að einstaklingar viki úr slitastjórninni. Og það er auðvitað eitthvað sem við hljótum að ætlast til þess að fjármálaeftirlitið taki rökstudd afstöðu til. Þess vegna held ég að miklu máli skiptir vegna þess að mér voru auðvitað að berast ábendingar, fjármálaeftirlitinu voru að berast ábendingar. Ég held að það sé mjög mikilvægt að menn sendi formlegar kvartanir inn og formlegar athugasemdir inn alla þessa þætti sem að núna hafa komið, þannig að til fjármálaeftirlitsins
Og ég held að menn eigi að síðan að ætlast til þess að fjármálaeftirlitið taki þetta til alvarlegrar athugunar. Mér finnst líka að fjármálaeftirlitið eigi að meta það og horfa á það því að sko, kröfuhafar eiga þetta að hafa eftirlit. En þeir eru bara, hafa sýnt sig að í þessu óendis fyrirkomulagi að þeir eru ekkert að nýta rétt sinn og eru ekkert að mæta fyrir héraðsdóm til þess að gera athugasemdir. En við mætum koma inn í þetta. Já, talandi kröfuhafa, nú Seðlabankinn einn af kröfuhöfum Dróma. Já, og það vekur vissulega upp svona ákveðnar spurningar í þessu efni og sérstaklega líka eftir þennan dóm sem að féll í Hæstarétti sem að hefur skapað þó nokkuð mikla óvissu. Þúsundir heimila og fyrirtækja eiga trúlega inni 20 milljarða króna og stórluti af starfsemi Dróma voru akkurat erlend lán. Þannig að mér finnst að við eigum nú allavega í það minnsta á meðan að verið að vinna úr þeim málum, þá eigum við að gefa út ákveðin tilmæli það að fyrirtæki eins og Drómi og aðra fjármálastofnanir sem hafa lánað ólögleg erlend lán standi ekki í einhverjum grófum innheimtu aðgerðum á meðan að verið er að skýra þessi mál. Þannig að, og við skulum líka hafa það í huga af því að ég ræk mig á það, Árni, þú sagðir í Kastljós á dögunum að enginn hefði tapað á lagasetningunum árið 2010. Það hafa heilmargir mist bíla sína, atvinnutæki og lent á vanskilaskrá. Þannig að við horfum upp á það að almenningur í landinu hefur orðið fyrir gríðarlega miklu tjóni vegna þess hvernig stjórnvöld hafa haldið á málum og það er tími til komin að við sýnum viðspyrnu og stöndum í lappirnar gagnvart kröfuhöfum og bönkum í þágu heimilanna í landinu. Hafa málefni Dróma einhvern mann borið á góma innan nefndarinnar sem að þú situr í? Jú, þau hafa verið rædd þar og annara fyrirtækja sem að hafa staðið í lánveitingum í erlendri mynt og var það meðal annars atvinnulífi líka. Árni, nú erum við að tala um hóp skuldara sem eru hjá Dróma sem að lúta ekki, virðast ekki lúta sömu lögmálum og viðskiptabankana vegna þess að það er engin hagur Dróma að hafa viðskiptavini áfram vegna þess að þeir bara vilja hámarka eignir búsins. Er við þetta una? Þarf ekki bara hreinlega ykkur banki að leysa til sín búið eða? Mér skildist á heimildamönnum sem ég rætti í dag að þegar að þú varst ráðherra þá hafir þú íhugað það að leysa til þín bú Dróma. Við höfum reynt margt í þessu. Fyrst sem félagsmálaráðherra lagði ég hart að Arion banka að reyna að kaupa þessi lán. Ég veit þeir gerðu tilraunir til þess en það gekk ekki. Sem efnahags- og viðskiptaráðherra þá tók ég þetta upp í fjármálaráðherra því að þaðan auðvitað stafar þetta óendis fyrirkomulag. Menn gerðu í fjármálaráðherranum alveg furðulegan samning sem að felur þetta í sér, sem rænir fólk réttindum og gerir það algjörlega varnarlaust gagnvart þrotabúi með allt öðrum hætti heldur en er hægt að sjá í samskiptum banka og viðskiptavina almennt. Og það sem ég var komið með núna og var með óundirritað reyndar en frágengið samkomulag í lok desember við Arion banka með vitund þáverandi fjármálaráðherra sem er eftirmaður minn í starfi að við myndum nú gera enn eina atlöguna því að reyna að loka þessu máli. Ég veit ekki hvar það mál nákvæmlega stendur en ég held að stjórnvöld skuldi auðvitað fólkinu sem að þarna er í mjög erfiðri stöðu það að reyna að leita allra leið til að loka þessu, flytja þessar eignir yfir til Arion banka, það er eðlilegast vegna þess að þeir tóku jú við innstæðunum frá Spron og þessi eðlilegast að koma þessu öll á eina hendi því auðvitað það eru svo margir lausir endar í þessu máli eins og það stendur núna og það er opin áhætta bæði fyrir ríkið og fyrir Arion banka að því að láta þetta halda svona áfram. Þetta er hárrétt sem Árni Páll bendir hér á að fjármálaráðherra ákvað að setja slitastjórn yfir og fjármálaeftirlitið yfir Dróma. Þetta var versta hugsanlega niðurstaða sem gat orðið fyrir þessi skuldugu heimili og sjálfsögðu eigum við að gera líkt og við framsóknarmenn lögðum til árið 2009. Við eigum að reyna að finna alla leiðir til þess að flytja þessar eignir yfir til lánastofnana þannig að menn hafi langtíma sjónarmið og hagsmuni bæði fjármálastofnunarinnar og heimilana ekki hvað síst í huga þegar kemur að mikilvægum. Bara til að stinga inn í menn sjá til dæmis hvað hefur breyst við það til dæmis að Byr fór inn í Íslandsbanka, SBK inn í Landsbanka. Það skapast allt aðrar forsendur til að vinna úr þessum eignum. En þarna situr þetta fólk eftir í klúðri, á einskismanns land. Algjöru klúðri. Tíminn er því miðbúinn, við verum að fjalla áfram þessu. Páður Steingrímur Jóði í þáttinn. Takk fyrir komuna. Takk.